Halló, ertu að gera eitthvað? Ég var að gera eitthvað. Svona viðbót fyrir vökvastíðan liftara. Ungt fólk myndi segja að þetta sé svona flott fítus. Því að vökvastíði liftarinn sjálfur ekki mjög gagnlegur. Hann hefur ekki alveg svo mikla þýðingu. Þú notar hann ekki svo oft, en ég ánægður að eiga hann. Ég hef átt hann í það bil 5 ár, eiginlega frá upphafi samstarfsins við Unimax. Og hann kom sér mjög vel í byrjun þegar ég var að koma verkstæðinni í lag við að flytja einhverja þunga vélar eða hluta þeirra. Þannig að ég kunni að meta flutningstæknina frá Unimax sem hefur þjónað mig vel í nokkur ár. Bæði pakkbíll og vagn með vökvakerfisliftu kemur í stað annars manns sem ég gæti ekki verið án við flutning. En síðan líka til dæmis við samsetningu húsgagna eða þegar ég setti upp arinin, fullkomið. Þú setur það einfallega í lægstu stöðu, setur byrðina á það og lyftir því svo alveg mjúklega upp í þá hæð sem þú þarft. En eins og ég segi, fyrir handverksmann hvílir vagnin mestan hluta tímans sem synd. Og þá datt mér í hug að ég gæti nota hann líka á milli. Ég hef haft í huga svona viðbót í nokkur tíma og nú mér leitt að ég hafi ekki framkvæmt það fyrr, því á nokkrum dögum hefur komið í ljós að það miklu handhægara en ég gat nokkur tíma ímyndað mér. Vagnin sjálfur svona ódýrasta útgáfan. Hann hefur bara einfaldan skæramekanisma og því hægt að pumpa hann upp í 70 og 70 hæð. Það dugar fyrir margt, en ef ég vildi nota það sem hjálparborð við borðsög, þá það of lítið. Það þarf ég að minnstakosti 90 tum. Og þá datt mér í hug að búa til svona viðbót sem hefur fleiri eiginleika. Ég útskýri það strax fyrir ykkur. Eins og ég segi, ef ég vil nota það sem hjálparborð við borðsög og þarf að láta efni renna, þá þarf það að vera fallega slétta ofan. Þannig að ég notaði filmuþaki Crossway, slétt filmuþakið á þessari hlið. En þá datt mér í hug að ef ég vil setja eitthvað á það, eins og einhvern vél, hvort sem það færanlegur planhúðari, skurðarsög eða sveifluslípari, þá væri það ókostur að það renni. Ég þarf eitthvað sem hálkuvarið. Svo ég gerði það þannig að á þessari hlið það hálkuvarið, auk þess fræsaði ég inn festingaprófíla. Og annað, til að það renni ekki á borðinu, þá, fyrir utan að hafa hálkuvarnabúða sem ekki alveg allsherjalaust, hugsaði ég hvernig ég gæti gert það. Og mér datt í hug að búa til svona tvíhliða stöðvar. Svo að það sé stöðugt bæði í einni og annarri stöðu. Það á öllum 4 hornum og virkar fullkomlega. Og allur þessi viðauki, eða öll þessi viðbygging, nánast gerð úr einu efni. Og það úr varsældu krossviðinu með filmu sem ég átti heppilega til á lagir áður en það var dýrara. Svo það kostaði mér nánast ekki neitt. Auðvitað verður það aðeins dýrara í dag, en samt held ég að það borgi sig. Fyrst sagar ég það með dívarsög úr stóru plötunni og síðan mótar ég það í minni hluta með borðsög. Og að lokum, þar sem ég ákvað að gera hornhlutana tengda í 40 og 5 horni, þurfti ég einnig að gera skárensli. Síðan hugsaði ég hvernig ég myndi tengja þetta saman. Því að lagskipt krossviðurinn límist frekar illa, venjulegt trésmiðalím heldur ekki á því, ekki einu sinni pólíúretani. Þannig að mér datt í hug að ég myndi skrúfa það, en ég vildi ekki hafa skrúfur hér á efri brúninni, svo að lokum reyndi ég að líma það á lamellur. Það væri auðvitað hægt að nota tappana, en í hornasamskiptunum lamellir betri, svo ég notaði lamellur allstaðar. Hér í hornunum 10 og á milli stólpanna og platana stærri 20. Eftir því sem ég reiknaði út, þá þversnið lamellana og yfirborð þeirra fyrir límingu í raun stærra en samsvarandi tappana, svo það ætti að vera sterkara en tapparnir, en við gætum tala það í einhverju öðru myndbandi. Og svo bora ég bara göt fyrir bofta í hornhlutana. Og hér í þessum hreyfanlegu hlutum þurfti ég að fræsa rauð með 6 þvermál fyrir boftana. Og að lokum þurfti ég að búa til þessa ræð, svo þær væru allar 4 eins. Ef þið viljið sjá nákvæma aðferð við að búa til svona ræð, getið þið horft á eitt af eldri myndböndunum mínum. Svo þurfti ég 4 vagnbofta, 4 stórar undirleggsplötur og 4 slátræð sem í rauninni inni í þessu. Til að ég gleymi ekki, auðvitað slétti ég allar brúnir og á hinni hliðinni og sléttu hliðinni slétti ég þær aðeins meira til að búa til eins konar aðrennslisbrún, svo ef ég ýti efninu, þá komist það betur inn. Það hjálpar líka til, sem ég veit ekki hvort viljandi eða bara eiginleiki þessa tiltekna vagns. Að efri platan ekki lárétt, hún örlítið hallandi sem reyndist í raun vera gott, því þegar efni rennur inn, þá það alltaf undir borðhæðinni, til dæmis borðsauginni, og það rennur inn alveg hingað. Rennslið í raun alveg slétt.
Eins og ég sagði fræsingu þessara klemmuprófíla reyndi ég fyrst að gera það með dýfasög, en þar sem ég með rafhlöðusög sem hefur mjög mjóan sagablað tók það ótrúlega langan tíma. Svo kom í ljós að það var hraðara og í raun nákvæmara og hreinna að gera það með efri fræsara. Eftir að hafa fræst þessar raufar kom í ljós að efnið hafði veikst töluvert, svo mér datt í hug að setja þar lóðrétta skilrúm, en með því myndi ég skipta innra rýminu sem væri synd. Því ég hafði á meðan uppgötvað að það væri fullkomið að geta sett þar inn eitthvað langt, hvort sem það væri reglustikka frá söginni eða einhver. Langt efni. Svo ég var að velta fyrir mér hvernig á að gera það. Að lokum gerði ég svona undirstöður þar, sem líka gott vegna þess að skrúfurnar höfðu eitthvað til að skrúfast í. Og til að styrkja virkilega, efri plötuna bjó ég til dálk, úr 4 stykki af krossviði sem ég tengdi fallega á ská í horninu. Og þessi dálkur passar svo fullkomlega þar að hann heldur sér sjálfur, en ég get tekið hann út hvenær sem þörf krefur. Hvað var það notkun vaxins sjálfs, þá lækkað þetta niður. Og með þessari fótstígu hann pumpaður upp. Það vökvaþrýstingur, svo það þarf að skipta vökvaolíu af og til. Og þar sem hver vökvaþrýstingur hefur einhverja leka, þá ljóst, sérstaklega ef það undir álagi, að eftir einhver tíma getur það lækkað aðeins. Það svona stopp hér. Með hjálp þeirra getur í raun fest ákveðna hæð. Og ef þú vilt festa einhverja aðra hæð, þá getur þú annarkvort gert þessar stöðvar lengri eða sett til dæmis einhverja viðarkubba undir þær. Og hvað á að segja að lokum? Þetta ekki fullkominn staðgengill fyrir stórt vökvaborð sem auðvitað stærra öðruvísi hannað. Ég geri ráð fyrir að það sé líka stöðugra en margfalt dýrara. Þetta í raun bara viðbót til að nýta betur svona lítinn vökvastýrðan flutningavagn sem hægt að fá á nokkuð áhugaverðu verði. Til að ég hrósi þessu ekki bara, eða til að þið hafið allar upplýsingar tiltækar, þá nauðsynlegt að segja að miðað við einhvern annan hreyfanlegan vinnuborð þetta frekar þungt. En á hinn bóginn, möguleikinn á að stilla hæðina nákvæmlega á milli metra ómetanlegur. Á meðan ég hugsaði alltaf áður hvar ég ætti að fela vagninn svo hann væri ekki fyrir í verkstæðinu, þá hef ég hann núna alltaf úti á gólfinu. Hann við höndina og ég get fært hann eins og ég þarf. Og jafnvel á þessum fáu dögum sem ég hef notað hann, hefur hann sannarlega farið fram úr væntingum mínum. Ég nota hann bæði fyrir tækin, eins og sveifluslíturokkin, færanlega þyktarhefilinn eða skurðasögina og líka sem alveg venjulegt aflagningaborð eða vinnuborð fyrir smærri hluti. Og auðvitað sem hjálparborð við vinnslu, hvort sem það á þyktarhefilinum eða á borðsöginni. Og í lokin hef ég beiðni til ykkar, ef ykkur dettur í hug einhverjar endurbætur á hönnunum, eða ef þið hafið einhverjar aðrar hugmyndir hvernig hægt að nýta þennan vagn með viðbyggingu, látið mig vita í athugasemdunum undir myndbandinu. Undir myndbandinu finnur þú líka tengla á allar vörurnar sem þú sást. Takk fyrir að horfa, hafið það gott og gerið eitthvað.